Úkraínskur stjórnmálafræðingur segir leiðtogafund í Alaska í gær sigur fyrir Rússland, í bili hið minnsta. Trump stefnir á að ná friðarsamningum til framtíðar en ekki vopnahléi eins og hann hafði áður lýst yfir. Fleiri lóðir í Þórsmörk verða auglýstar til leigu á árinu, auk þeirra sem ferðafélögin leigja undir skála sína. Engin risahótel verða þó byggð í Þórsmörk, segir sveitarstjórinn. Viðbúið er að umferð þyngist mjög á höfuðborgarsvæðinu á mánudag þegar skólar hefjast. Á móti kemur að strætó fjölgar ferðum frá og með morgundeginum. Breytingarnar tengjast borgarlínu þar sem framkvæmdir eru á fullu. Hagsmunasamtök listamanna vilja rödd og ásýnd fólks njóti höfundaréttar að danskri fyrirmynd. Stjórnvöld skoða hvernig koma megi böndum á djúpfölsun með gervigreind. Kuldakaflar hafa valdið uppskerubresti hjá mörgum íslenskum býflugnabændum í sumar. Dæmi að ræktendur þurfa að fóðra búin svo flugurnar tóri. Gott kvöld. Bandaríkjaforseti ætlar frekar að stefna að friðarsamkomulagi milli Úkraínumanna og Rússa en vopnahléi, samkvæmt yfirlýsingum hans í dag. Engir samningar náðust á fundi Trumps og Pútins í Alaska í gær, en forsetarnir segja fundinn hafa verið góðan og ætla að ræða saman áfram. Fjölmiðlar vestanhafs greina frá því að í friðarsamkomulagi felist meðal annars að Úkraína fái öryggistryggingu sambærilega þeirri sem aðildarríki Atlantshafsbandalagsins fá. Leiðtogar Evrópuríkja ræddu saman í morgun og þrýsta á að á næstunni verði Úkraínuforseta boðið til fundar með Pútín og Trump. Þeir ætla að herða refsiaðgerðir gegn Rússum. Zelenský fær til fundar við Trump í Hvíta húsinu á mánudag. Dagný Hulda, nú segist Pútín vilja semja en hann hefur haldið ítrustu kröfum gegn Úkraínu til streitu. Vitum við eitthvað það hvort að þetta sé að breytast? Það verður að teljast afar ólíklegt svona í ljósi framgöngu Rússlands í Úkraínu síðustu ár, en bandarískir fjölmiðlar greindu frá því núna síðdegis að á fundinum í gær þá hafi Pútín og Trump rættan möguleika að Úkraínumenn myndu sem sagt afsala sér 2 héruðum, Luhansk og Donetsk, og Rússar myndu þó frysta víglínuna annar staðar. En þetta eitthvað sem er nú ólíklegt að Zelenský samþykki. Hann hefur alla tíð haldið fram sagt að hann ætla ekki að láta neitt land af hendi til Rússa, enda það brot á alþjóðalögum hjá Rússum að fara inn í Úkraínu og taka sér sneið af landinu. En þetta væntanlega eitthvað sem þeir ræða þegar þeir hittast, Trump og Zelenský í Hvíta húsinu á mánudag. Akkurat, það hefur vakið töluverða athygli hversu góðar móttökur Pútín fékk hjá Trump. Einmitt, og svona í ljósi grimmdaverka Rússlands í Úkraínu þá hefur það vakið athygli. Alþjóða sakamáladómstóllinn hefur gefið út handtökuskipun á hendur Pútín. Þannig að þetta vakti athygli hversu vel Trump tók á móti honum. Við skulum sjá brot af því þeir hittust í gær. Forsetarnir svöruðu ekki spurningum blaðamanna eftir fund sinn en héldu sitt hvora ræðuna. Trump hlýddi á meðan Pútín hóf fundinn og vakti það athygli því að á fundum með þjóðarleiðtogum það jafnan þannig að Trump færi að eiga fyrsta orðið. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. Þegar forsetarnir hittust á flugvelli í Anchorage í Alaska í upphafi fundarins, klappaði Trump þegar hann sá Pútín nálgast. Það vakti athygli að þeir fóru saman í bandarískan forsetabíl frá flugvellinum og að fundarstaðnum og að vel virtist fara á með þeim í aftursætunum. Hver hafa viðbrögð við þessum fundi verið í Úkraínu? Almenningur þar hafði ekki miklar væntingar og það ekkert breytt þar og Rússland segir hélt bara árásum áfram í nótt eftir fundin og við skulum sjá hvað fólki í Kyiv segir það. Росії, звісно, є проміжкові тактичні перемоги. З одного боку, Путін продемонстрував, що він не збитий льотчик і списувати його зарано. Hann segir mikilvægt fyrir Pútín að fá þessa viðurkenningu frá Trump og að Rússar kaupi sér tíma og geti seinkað í að refsiaðgerðir verði hertar. Трамп не програв,
але й не досягнув нічого. Зрештою, він спалив частину своєї репутації, але залишив для себе можливість все одно з розмаху вдарити по Путіну трішечки пізніше. Подивимось, чи наважиться на це. Для України ризики зросли, для світу це згаяний час. Зрештою, результат таких переговорів значно менший, ніж всі очікування, які були до цього. Що результатів нема і невідомо, чи будуть. Хоча ми очікуємо завжди чогось, без надії сподіваємось. Добре, що вони хоча б зустрілися, це по-перше, а по-друге, все одно прийшли не з чим. Поспілкувались там, да, і щойно закінчилась розмова з Зеленським у Трампа, і будемо чекати результатів. Але сподіваємось на третю, коли буде 3 сторони і європейські лідери, а там можливо щось так буде. En í Rússlandi, hvernig eru viðbrögðin þar? Það fjallað fundin á jákvæðan hátt í fjölmiðlum og stjórnmálamenn virðast bara vera mjög sáttir með niðurstöðuna og við skulum sjá hvað fólk á götu úti í Moskvu hefur að segja. Я считаю, да. Мы стали прочнее, надежнее и смело смотрим в будущее. Дипломатическая победа России заключается в том, что президент продемонстрировал свою несгибаемость своей позиции, нашу. Вы знаете, Россия навсегда великая страна. Я думаю, так она великой останется. Og þá að öðru við ætlum að víkja hingað heim og alla leið upp í Þórsmörk því fljótlega verður samið við ferðafélögin lóðarleigu í Þórsmörk. Rangárþing ytra ætlar að auglýsa fleiri lóðir til leiguðar fyrir áramótin. Öll uppbygging í þjóðlendinu verður lágstemd og engar stórbyggingar, segir sveitarstjórinn. Byggðaráð Rangárþings ytra hefur samþykkt að semja við Ferðafélag Íslands, Útivist og Bandalag íslenskra farfugla leigu á lóðum í Goðalandi, Emstrum og Þórsmörk. Sveitarfélögum skylt samkvæmt lögum að auglýsa eftir leigutökum innan þjóðlendumarka og þetta í fyrsta sinn hjá Rangárþingi ytra. Samkvæmt lögum megum við bara nota það fé sem við fáum þar í tekjur sem innan þjóðlendu og það verður notað í innviði, stígagerð og landvörslu og já, bara það sem tilfellur innan þjóðlendunar. Félögin sem samið verður við eru öll með starfsemi í þjóðlendinu og húsakost. Samgöngufyrirtækið Íslandía sem hefur töluverð sig þarna líka, sótti líka lóðir en fékk ekki. Frekari uppbygging heimil samkvæmt deiliskipulagi en hún verður takmörkuð, segir Anton Kári. Það verður engin stór uppbygging í Þórsmörk. En á hverjum einum stað, já, eru heimildi til aðeins stækkunar, en samt í núverandi mynd. Þetta eru skálasvæði og þetta verða ekki stór ferðaþjónustusvæði. Ekki má byggja meira í Langadal og Slippugili. Mest má byggja í Húsadal en minna í Básum. En hún öll mjög lágstemmd. Það eru fleiri lóðir þarna. Það að fara að auglýsa þær líka? Já, við komum til með að gera það núna á næstum mánuðum. Við erum svo sem ekki, við flýtum okkur hægt og viljum vanda okkur. En það eru lóðir, já, það einar 5 lóðir í Húsadal sem eru óbyggðar sem við ætlum að auglýsa og einar 3 eða 4 minnum í Básum. Þetta eru litla lóðir með mjög þrönga uppbygginga skilmála. Með minnir á flestum sé heimilt að byggja 120 fermetra. Þannig að það sér það líka hver og einn að það ekki verið að byggja neina stórbyggingar eða reisa hótel, sko. Húsakostur í Þórsmörk komin til ára sinna og þörf þykir á endurbótum eins og að bæta salerni og fleira. Skógræktin hefur byggt vel upp stíga og fleira þarna undanfarin ár, segir Anton Kári. Stígar og annað getur tekið við mun meira fólki heldur en þar í dag. Haldið þið auglýsið lóðirnar núna fyrir áramótin? Já, ég reikna með því að við auglýsum fyrir áramót. Búast má við að umferð þyngist á höfuðborgarsvæðinu á mánudag þegar framhaldsskóla og háskólastarf hefst og sumum leiðum gætu framkvæmdir tafið. Aukin ferðatíðni strætó frá og með morgundeginum gæti þó liðkað fyrir en hún vegna borgarlínunar sem á áætlun. Skólaár í framhaldsskólum og háskólum hefst eftir helgina og einnig fer að líða því að sumafrístöku þorra vinnandi fólks fari að ljúka. Og því má gera ráð fyrir að víða, og þá ekki síst á höfuðborgarsvæðinu, þyngist umferðin til muna strax á mánudag. Ekki óvarlegt að ætla að á leiðum nálægt skólunum og að helstu stofnbrautum megi búast við töfum á annatímum í það minnsta. Framkvæmdir standa sumstaðir yfir og liðka ekki fyrir. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni má kannski helst búast við flöskuhálsum á annatíma vegna framkvæmd á 4 stöðum. Á Bústaðavegi vegna vinnu við brúna yfir Kringlumýrarbraut, á Kringlumýrarbraut á milli Háaleitisbrautar og Miklubrautar vegna gerðar strætóakreinar, á Höfðabakkabrú og síðan vegna framkvæmd á Njarðargötu við Hringbraut. Sumar þessara framkvæmda eru á lokametrunum en lengra í verklok annara.
Við þessar aðstæður gæti komið sér vel að á morgun verða að gera breytingar á leiðakerfi strætó þar sem ferðatíðni verður aukin. Þannig að á sumum leiðum eiga ekki meir en 10 mínútur að líða á milli vagna, auk þess sem ekið verður lengur á kvöldin. Þessar breytingar koma til vegna samgöngusáttmálans og eru liður í nýju leiðanetti sem tekur gildi 2031 með borgarlínunni. Stærsta verkefni þar núna brúin yfir Nauthólsvík. Framkvæmdir vegna brúar yfir Nauthólsvík standa nú yfir, landfyllingu lokið Kópavogsmegin, en vinna á fullu núna hérna Reykjavíkurmegin og eftir réttan mánuð verða tilboð í brúna sjálfa opnuð. Þessi brú mun breyta gríðarlega miklu hérna á svæðinu og mörg þúsund manns munu nota mannvirkið í framtíðinni, fótgangandi, hjólandi, þetta náttúrulega almenningssamgöngu mannvirki í grunninn og það slökkvilið og lögreglan sem nýtur góðs að þessu líka. Stefnt að því að hleypa umferð á brúna árið 2028 þótt borgarlínan verði ekki komin. Þá eru fyrirhugaðar framkvæmdir á Nauthólsvegi. Núna stendur við bara mikið samráð við aðalann á svæðinu og við erum að gera síðustu aðlaganir á lóðum og fara yfir í rauninni bara framkvæmda áfangana, ganga þeir upp miðað við alla sem eru á svæðinu, gæsluna og fleiri. Atli Björn segir verkefni í heild vera áætlun þannig að það styttist í að borgarlínan sjálf verði að veruleika. Nokkur ára, 4-5 ára, þá munum við sjá borgarlínan giska á. Koma þarf böndum á gervigreind svo ekki megi falsa rödd og ásýnd raunverulegs fólks. Ráðherra segir til skoðunar að fólk fái höfundarétt yfir sjálfu sér. Hagsmunasamtök listamanna telja málið brýnt. Þá ég komið með gún inn í fjós. Sjáum hvort meistarinn kunni að moka skít. Það allt fullt af svona gervigreindamyndböndum á netinu og oftast það nú bara saklaust grín eins og í þessu myndbandi en stundum þá býr eitthvað annað og meira að baki eins og í þessu myndbandi hér sem fór í dreifingu fyrr á árinu. Verða þeir bráðum fleiri en við. En það ekki skýrt að þessi notkun sé ólögleg. Nei, ég held að hún tæpast lögleg. Hún að minnstakosti ekki siðleg en það þarf auðvitað að setja bara skýrari reglur um þetta. Ráðherra hefur falið höfundaréttarnefnd að skoða þessi mál og koma með tillögur að lagabreytingum. Gervigreindin á sér tvær hliðar. Hún á sér þá hlið að það eru miklu möguleikar sem felast í henni en það eru líka hættur. Samtök rétthafa á borðið STEF og MyndSTEF skoruðu einmitt á ráðherra á dögunum að beita sér fyrir lagabreytingu. Fyrst og fremst þarf bara að ná utanum bara gervigreindina og þetta sem að gerast að hver sem geti tekið raun og veru rödd og ásýnd í okkar tilviki tónlistamanna og bara gert hvað sem við hana. Við teljum að þarna sé hægt að nota þau úrræði sem höfundaréttarlöggjöfin býður upp á. Í því felst meðal annars einkaréttur til að afrita og birta verkið, en einnig að verkinu sé ekki breytt þannig að það skerði heiður höfundar. Í Danmörku einmitt stemt á að útlit fólks, rödd og persónueinkenni verði varin með ákvæðum í höfundalögum. Þessi danska leið sem hefur komið til skoðunar og hefur líka svona lítilega verið skoðið hér á landi felur í sér að fella ásjón og rödd fólks undir höfundalögin og þar með sé hægt að beita þessum úrræðum. Hjördís Halldórsdóttir, sérfræðingur í hugverkarétti hjá Logos. Hvaða þýðingu hefði það að gefa fólki höfundarétt yfir útliti sínu og rödd? Það hefði akkurat þessa þýðingu sem þarna kom fram að fólk hefur það úrræði til að gera eitthvað ef að það til dæmis djúpfölsun að ræða, bæði til dæmis að kæra það til lögreglu en líka, og það kannski skiptir meira máli, að geta beint kröfu til hýsingaraðila að fjarlæga það efnið af netinu. Akkurat. Er þetta raunhæft? Þýðir eitthvað að setja svona reglur? Já, það hefur alveg einhverja þýðingu, sérstaklega það að veita fólki þessu úrræði og ég aðalega að tala það að geta beint kröfu að þá hýsingaraðilum að þeir fjarlægi efnið. En bara eins og á við allt svona tækni sem fer yfir landamæri, þá þarf í raun og veru meira til, það þarf alþjóðlega samvinnu. Já, akkurat. Hvað gæti það til dæmis að nú talaðum að Danir ætla að setja þessa löggjöf þetta? Það eru auðvitað engin landamæri á netinu. Er einhver svona alþjóðleg vinna farin af stað? Ekki svo mér sé kunnugt en hins vegar ekki svona sérstaklega þetta. En hins vegar að þá setti Evrópuráðið sáttmála samþykkti í fyrra gervigreind og mannréttindi og það eru mörg ríki sem hafa nú þegar skrifað undir hann bæði innan og utan Evrópu og það allavega að tá tæki til þess að útfæra það frekari sáttmála. Akkurat, það verður spennandi að fylgjast með þessu í framtíðinni. Takk fyrir komin hingað, Hjördís. Þá að öðru.
Það þótti löngum fjarstæðukennd hugmynd að hægt væri að baða sig í sjónum við strendur Íslands. Það breyttist fyrir 25 árum þegar Ylströndin var vígð í Nauthólsvík. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir borgarstjóri tók fyrsta sundsprettinn í Ylströnd Reykvíkinga eftir hádegi en þar hefur hitaveituvatn verið leitt í stóran poll og hitar hann upp svo ekki verður óbærilega kalt að leggjast þar til sunds. Ég átti vonu að þetta væri miklu kaldara. Þetta var bara eins og að fara í sundlaugina. Það var bara mjög notalegt. Þú ert venið að fara í Vesturbæjarlaugina, ekki svo? Já, ég er nú ekki sundmaður góður. Ég er ekki syndari góður, eins og Færeyingar segja. Sóldýrkendur og sundkappar tóku strax ástfóstri við Ylströndina. Innviðir gerðu þó ekki ráð fyrir þessum vinsældum í upphafi og oft var erfitt að finna bílastæði. Áttu þið vona allir þessu mikla fjölda? Hvað heldur hafa komið margir í dag? Í dag hafi verið svona 1500 manns. Við áttum alveg vona á þessu. Fólk hefði stolt af þessu, hefur gaman að þessu. Og fólk hefur enn gaman af þessu. Meir en 500.000 sækir Ylströndina í meðalári. Haldið var upp á afmælennar í dag með ræðuhöldum og skemmtiatriðum og auðvitað góðum sundspretti. Já, og við þurfum að koma að hérna einni leiðréttingu því hér áðan var talað við sveitarstjóra Rangárþings eystra en ekki Rangárþings ytra. Við biðjumst velvirðingar á þessu. En japanskur trommuleikari beitir heldur óhefðbundnum aðferðum við tónlistarflutning þar sem hann beitir öllum líkamannum. Hann lætur heldur ekki á sig fá að hafa brotið í sér bein við tónlistariðkunina. Milljónir hafa hort á myndbönd trommuleikarans á netinu og hann hefur farið í tónleikaferðalög og spilað fyrir aðdáendur víða heim, nú síðast í Karlstad í Svíþjóð. Jag tycker det är fascinerande med musiker som går utanför ramverket och det är alltid inspirerande med improvisationsmusik och höra hur folk kan tänka annorlunda och nytt i stunden. Och vad lockar dig hit? Att mitt i veckan få en överraskning och någonting som bara ruckar om en lite grann. Why do you play this particular way? I want to do more like a free form to play. So play drum. My body is moving naturally. I want to do like play more like freedom and more emotional. Has there been any accidents on set when you have played this way because it's a very harsh way of playing? Yes, sometimes break a bone. Yeah. Já, íslenska sumarveðrið það leikur margan grátt og það hefur haft áhrif á hunangsframleiðslu býflugna. Dæmir að bændur hafi mist hunangsuppskeruna vegna kulda. Býflugnaræktandi á Hvanneyri sér enga ástæðu til að hræðast flugurnar. Býflugur safna blómasykri og færa hann í búið sitt þar sem þær búa til hunang úr sykrinum. Býflugur eru ræktaðar víða heim, búin eru misstór og það vissara að útbúa sig vel. Við ósum stundum á býflugurnar til þess að þær verði rólegri. Í sumar hefur ekki fengist góð hunangsuppskera hjá öllum býflugnabændum og dæmi eru að fóðra hafi þurft sum bú. Það er búið að vera óþægilega kalt. Halda margir að sé gott hunangsár af því það er svo mikið gróðri. Hér í þessu býflugnabúi búa 40 til 50.000 flugur. Og ræktandinn á von á að fá 10 kíló af hunangi úr búinu í ár. Og hversu reglulega ertu að ná að taka hunang úr ramma? Hversu lengi það að safna upp í einn ramma? Þær eru ansi lengi vegna þess að fyrir hvert 1 kíló af hunangi sem við getum tekið úr búinu og er tilbúið þá þurfa þær 8 kíló af hunangi fyrir sjálfa sig. Hunangið er svo síað með tvöföldu sigti og hrært. Álfheiður setur það í krukkur og segir geymsluþolið afar gott. Hvert svona bú hefur sína lykt og fyrir 2 árum síðan þá sendi ég hunangspröfu til Noregs til svona sérfræðinga sem að smakka hunang. Sendi 3 pröfur og þetta bú sem stóð hér fékk akkurat umsögn það að það lyktaði af landbúnaði, af útihúsum og limgerðum og öðru slíku. Og væri síðan með mjög mikið svona blómabragð. Drottning búsins er heimaræktuð. Hún var hérna í sáinu. Hún er merkt rauð, hún er rauðmáluð. Hérna, þetta er drottningin. Þetta er algjör meistari. Fædd hérna heimaræktuð 2023.
Og meira af íslenska sumarveðrinu, það var mjög hlýtt loft yfir landinu í dag og hár hiti fyrir austan. Hitamet var slegið á Egilsstaðaflugvelli, fór í 29,8 stig síðdegis, en fram að því var hæsti hiti sem mælst hefur þar 29,2 gráður, þann 11. ágúst 2004. Suðvestan kaldi eða strekkingur á landinu og áfram öflugir vindstrengir við fjöll, norðvestan til, en gular veðurviðvaranir í gildi af þeim sökum. Dregur hægt og bítandi úr vindi á morgun, hæg vestlæg átt undir kvöld. Smávegis væta öðru hvoru víða landin áfram þurrt og bjart suðaustan til. Áfram hlýindi með hita að 24 stigum eystra. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Bikarúrslitaleikur kvenna í fótbolta í dag var æsi spennandi. FH freistaði þess að vinna sinn fyrsta titil en Breiðablik náði 14. bikar sinn. Nýtt tímabil í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta hófst í gær þegar Liverpool tók á móti Bournemouth. Stuðningsmenn Englandsmeistarana minntust Diego Jota sem féll frá í sumar. Við lítum við á hjólreiðakeppninni Tour de Ormurinn og meistaramótinu í 10.000 metra hlaupi. Íþróttir hér eftir augnablik. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Úkraínskur stjórnmálafræðingur segir leiðtogafundi í Alaska í gær sigur fyrir Rússland í bili hið minnsta. Trump stefnir á að ná friðarsamningum til framtíðar en ekki vopnahléi eins og hann hafði áður lýst yfir. Fleiri lóðir í Þórsmörk verða auglýstar til leigu á árinu auk þeirra sem ferðafélögin leigja undir skála sína. Engin risahótel verða byggð í Þórsmörk, segir sveitarstjórinn. Viðbúið að umferð þyngist mjög á höfuðborgarsvæðinu á mánudag þegar skólar hefjast. Á móti kemur að strætó fjölgar ferðum frá og með morgundeginum. Breytingarnar tengjast borgarlínu þar sem framkvæmdir á fullu. Hagsmunasamtök listamanna vilja að rödd og ásýnd fólks njóti höfundaréttar að danskri fyrirmynd. Stjórnvöld skoða hvernig koma megi böndum og djúpfölsun með gervigreind. Kuldakaflar hafa valdið uppskerubresti hjá mörgum íslenskum býflugnabændum í sumar. Dæmi að ræktendur þurfa að fóðra búin svo flugurnar tóri. Fréttatíminn á enda. Við segjum fréttir í útvarpinu klukkan 10 og svo RÚV.is alltaf á vaktinni. Við ljúkum þessu með myndum frá litahlaupinu sem fór fram í Kópavogi í dag. Verið sæl.